Lord, there is none
Jesus called. Even so, come Lord Jesus called. Even so, take your bride to you. How my soul longs to be with you, my Lord. Even so, come Lord Jesus, come. Þökkum við bara fyrir orðið þitt, Drottinn. Þakka þér fyrir samfélag heilags anda og þakka þér fyrir að þú vilt opinbera þig í þínu orði. Blessaðu Snorra þegar hann talar og Drottinn minn og Guð minn, við bara viljum meðtaka þitt orð í dag í Jesú nafni. Amen. Amen. Já, góðan dag. Það er mikil ábyrgð að standa hér og flytja ykkur orð Drottins. Og við auðvitað sem menn, við áttum okkur alveg á því að stundum finnst okkur þetta bara vera skoðanir predikarans en ekki endilega orð Drottins. Og það er alltaf spurning hjá okkur hvort að ég sé að segja mínar skoðanir eða er Guð búinn að planta í mig þar sem að þið þurfið að heyra. Og til þess að gera þetta greinamun á milli og aðeins átt okkur á málinu, þá er þetta svolítið svona eins og sáning og uppskera. Ef ég tek inn Guðs orð og ég fer að rækta huga minn samkvæmt Guðs orði, þá er það Guðs orð sem hefur áhrif á hugsanir mínar. Og þessu til sönnunar þá hef ég sögu frá geðlækni. Hann er kristinn, mjög góður vinur minn. Hann sagði mér frá því að hann fara að lesa Kóraninn. Og hann vildi bara kynna sér Kóraninn. Og hann, fræðimaðurinn og geðlæknirinn, hann fór að átta sig á því að honum fór að birta svona draumar sem bara kannast ekkert við. Þá var hann búinn að lesa Kóraninn í einhver tíma og hann sá að Kóraninn hafði bara ekki góð áhrif á hugarfarið hans. Og hann hætti að lesa hann og sneri sér aftur á Biblíunni og sagði bara: Guð, ég þarf að þekkja þig enn betur. Ég þarf að þekkja þig enn meir. Hann gerði sér grein fyrir að óeðlilegir draumar fylgdu lesefninu sem hann las. Það sem var að setja inn í sig, það skilaði sér í hugsunarhætti. Og nú skulum við taka fram þessa góðu bók, ritninguna, og ég ætla að fá að fara með ykkur inn í ráðleggingar meistara Páls. Páll postuli, hann var afskaplega góður og skemmtilegur fræðimaður í kristinni trú og hann er að byrja kennslu sína hjá Kórintumönnum. Og Kórintamenn, þeir fá að vita skoðanir Páls. Og þetta eru skoðanir sem ég held að séu alveg nauðsynlegar hjá okkur líka. Hann segir í 10. versinu í 1. kapitula, fyrra bréfi Páls til Kórintúmanna: Ég áminni yður bræður í nafni Drottins og Jesú Krists að þið séu allir samhuga, ekki séu flokkadrættir á meðaliðar, heldur að þið séu fullkomlega sameinaðir í sama hugafari og í sömu skoðun. Var eitthvað það að ræða að vera að skipta á skoðunum og þessi væri þarna og hinn væri með aðra skoðanir. Svo heldur hann áfram: Því að mér hefur verið sagt eða tjáð yður bræður af heimilismönnum Klóe að þrætur eigi sér stað á meðaliðar. Ég á við þetta að sumir í það segja: Ég er Páls, og aðrir: Ég er Apollos, eða ég er Kefasar, eða ég er Krists. Er þá Kristi skipt í sundur?
Og í þessu söfnuði hér í Keflavík, þá bara ekki í boði að við höfum menn sem eru kristinsmegin eða snorramegin. Við erum ekki bergsteinsmegin eða hafsteinsmegin. Við erum bara Krist. Þetta er mjög mikilvæg þungamiðja í því að vera og tala orð Krist og tala orð Guðs. Ég veit að þetta er ekki spurningin menn, þetta er spurningin Krist. Og hann leggur áherslu á hvað þetta skiptir miklu máli vegna þess að segja svo. Er þá Kristi skipti í sundur? Mun Páll hafa verið krossfestur fyrir yður? Eða eru þér skýrðir í nafn Páls? Ég þakka Guði fyrir að ég hef engan yðar skýrt nema Krispus og Gaius. Hann nefnir 2 gríska menn. Annar, Krispus, hann var í Kórintu og það varð að vera allt vitlaust í Kórintu, og síðan Gaius, hann var í Efesus og honum kippt inn í fjöldan þegar mótmæli voru í Efesus, og í báðum tilfellunum, bæði í Kórintu og í Efesus, þá verða mótmæla Páli postula. En þessi menn, Krispus og Gaius, þeir voru búin að stilla sér upp við hliðina á honum, ætluðu að verja hann, ætluðu að standa með honum, og það þýddi að þeir voru teknir af líðnum og það átti að gera við á hvað sem var. Þeir voru hreint ekki öruggir í þeim hópi sem hafði gripið þessa menn og tekið það frá Páli postula. En Páll, hann fekk að skýra þá. Þeir voru fylgjendur Jesú Krist, og þeir voru boðberar og þeir voru samverkamenn sannleikans með Jesú Kristi, og það er mikilvægt að við eigum svona bræður að. Það er nauðsynlegt fyrir Kitta að eiga bræður. Það er nauðsynlegt fyrir mig að eiga bræður og systkini í Kristi sem eru samhuga. En við þurfum að vera samhuga Jesum Krist. Það er kjarnaatriðið. Svo heldur Páll áfram og segir: til þess að enginn skuli segja að þér séu skýrði til nafns míns, jú, ég skýrði líka Stefanas og heimamenn hans, annars veit ég ekki til að ég hafi skýrt neinn annan. Hvað er þá skýrnin í augum Páls postula? Af hverju var hann ekki skýra fleiri? Er ekki skýrnin sáluhjálparatriði hjá Íslendingum? Er ekki búið að kenna okkur það að þú verður ekki Guðs barn nema þú takir barnaskýrn? Er ekki þjóðkirkjan með þetta kjarnaatriði? Það eru allir Guðs börn af því að við fengum að skýra ykkur. Af hverju var Páli þetta ekki stórmál að skýra menn? Það er athöfn númer 2. Athöfn númer 1. Að taka við krossi Jesú Krist. Og sjáu þið hvað Páll postuli segir í þessu sambandi, 17. versið. Ekki sendi Kristur mig til að skýra, heldur til að boða fagnaðar erindið. Það er boðskapur orðsins, það er boðskapur krossins sem er aðalatriðið. Ekki sendi Kristur mig til að skýra. Það er engin vandi að skýra menn. Það er bara í sundlaugin og hentu mönnum úti og segðu bara: nú við bara allir skýrðir í nafni Jesú. Ég man að séra Jónas Gíslas og sagði mér það að þeir voru einhvern tímann að tala skýrni í Japan. Það var japanskur trúboði sem hafði nú bara mjög einfaldan hátt á. Hann hélt að ádreifing væri bara málið, bara bleita fólkið. Hann var búinn að undirbúa samkomuna og hafa með vasskrana þarna inni, búinn að setja slöngu í hann, svo skrúaði hann frá og sprautaði yfir allt liðið. Það fengu allir bað: ég skýri ykkur öllu nafni Jesú. Var þetta það sem hann átti að gera? Páll fór aldrei svona að. Það var annað sem hann gerði. Hann kom með orð krossins. Hann boðaði Jesum Krist. Og sjáðu hvað þetta er merkilegt þegar hann segir við okkur, og ekki með orðspeki, til þess að kross Krists misti ekki gildi sitt. Þar erum við komin að punktinum sem að ég tel vera Guðs orð til okkar í dag. Að kross Jesú Krist, hann missi ekki gildi sitt og þú takir eitthvað annað fram yfir kross Jesú Krist. Hvað eigum við að segja krossin? Hvers virði er kross Jesú Krist? Til þess átt okkur á hvað krossin er, komið með mér í 4. Mósebók, 21. eða
fyrsta kapitúli, já, alltaf ekki það. Ég finn allavega í 4. Mósebókinni. Þá Páll postuli að 21. kapitúli og þá Móse að segja okkur frá þeirri merkilegu sögu hvað krossin hefur mikið gildi. Og ég ætla að tengja þetta saman. Það sem Móse segir og það sem Páll postuli segir. Eru þeir að predika sama krossin? Þeir eru allavega að þjóna sama Guðs og þeir eru með sama stórkostlega boðskapinn sem við erum að tala um. Og það segir svo í 21. kapitúla, 4. Mósebókar, lögðu þeir upp frá Hórfjalli, leiðina til Rauðahafs, til þess að fara í kringum Edomland, en lýðnum félst hugur á leiðinni. Og svo segir, þeir fóru að kvarta og kveina. Svo segir í 7. versinu, þá sendi drottinn eitraða höggorma meðal lýðsins, og þeir bitu fólkið svo að margt manna dó af Ísrael. Þá gekk lýðurinn til Móse og sagði, við höfum syndgað, því að við höfum talað gegn drottni, gegn þér, bið þú til drottins að hann taki höggormana frá oss. Móse bað þá fyrir lýðnum og drottinn sagði við Móse, gjör þér eirorm og set hann á stöng, eða gjör þér eiturorm, set hann á stöng, og það skal verða að hver sem bitin og lítur á hann skal lífi halda. Sem lítur á eirormin skal lífi halda. Hversu mikilvægur krossin? Hversu mikilvægur boðskapur fagnaðar erindisins kross Jesú Krist sem var gerður að synd okkar vegna. Sem var hengdur upp og honum var útskúfað. Þeir hrópuðu burt með hann gefur barnabandslausan. Hversu mikilvægur boðskapur þetta? Og Ísraelsmenn fengu þarna einhverjum 1400 árum áður að reyna mátt krossins. Og svo segir Páll postuli þetta við okkur, Móse segir þetta við okkur, Móse gjörði höggorm af eiri, setti á stöng og það varð að ef höggormur hafði bitið einhvern og hann leit til eirormsins, þá hélt hann lífi. Þá hélt hann lífi. Hvað gerir kross Jesú Krists fyrir þig? Ef þú sér Jesú Krist útmálaðan á krossinum fyrir þig og þú tekur við fagnaðarerindinu vegna þess að Jesús dó þín vegna. Hann fór á krossin þín vegna. Þetta var þín leið, þú veist. Þetta var þín leið að fara á krossin. Þú þurftir að taka út þína syndir. Í dag stöndum við frammi fyrir þessu líka. Hvort vilt þú taka á þig þínar syndir eða ganga að krossi Jesú Krist sem hefur þegar tekið á sig þínar syndir? Hvað finnst þér skynsamlegast að gera? Að fara til þess sem var settur á krossin fyrir þig svo þú megi lifa og þú megi taka á móti og þú megi vera erfingi fagnaðar erindisins, eða viltu taka gjöld syndarinn á þig? Hugsa ykkur stundum þannig að við erum með afskaplega sterkan boðskap sem geymdur í Biblíunni en menn bara taka ekki eiginlega mark á honum. Þetta verður einhvern veginn úrelt. Ég geri mig það að gamni að yfirleitt ef ég sé bændablaðið þá tek ég bændablaðið og fer að lesa það og skoða. Og mér til undrunar í síðasta bændablaði frá 10. þessa mánaðar þá birtist þessi grein. Ég veit ekki hvort það hefur séðan, lesið bændablaðið. Þið sjómenn. Við þurfum að lesa bændablaðið því að þetta blað bæði sjómann og bænda. Það kemur bara fram. Hvíla þar kartöflugarða í Þykkvabænum í 3 ár vegna þess að það eru kartöfluhnúðormar farnir að hrjá kartöfluna. Og vitið þið hvað Biblían, hún kom með lausnina á þessu máli fyrir 3000 árum. Og vitið hvað Biblían sagði svona kartöfluhnúðorma? Þá þurftu Ísraelsmenn að hvíla jörðina. Þeir skiptu ræktarárinu niður í 5 ár eða 6 ár og 7 ár og 7. hvert ár þá þurftu jörði hvíld. Það var bara skilyrði, það var bara lögmál. Guð búinn að tala þetta til Ísraelsmanna, takiði jörðina, ræktiði og gefiði síðan hvíld, leifiði að hvílast. Hún þurfti sabbatsár
Hún þurfti hvíldar ár. Heldur að þú þurfi þinn hvíldardag? Heldur að þú þurfi þitt sabbatsár? Heldur að þetta gamla rótgróna orð hafi komið bara upp hjá Móse og hann hafi diktað þetta upp? Nei, hann fekk þetta frá himninum. Sá sem skapaði himin og jörð og bjó til jörðina og skapaði náttúruna, hann var með þetta í huga, náttúran þarf hvíld. Náttúran þarf að vita að hún fær sinn hvíldartíma. Þetta eitthvað agalegt? Eftir 3000 ár, þá eru menn að bera þetta borð fyrir okkur í bændablaðinu, náttúran þarf hvíld. Eigum að lesa þetta hans innan bóka? Komið með mér í 3. Mósebók, 25. kapitula. Við erum ekki lengi að finna þetta svo sem. Þetta Levítikus og þá segir þetta alveg frábærlega svona þegar Móse að skrifa þetta. Og ég held að þetta sé bara afskaplega lærdómsríkt fyrir íslenska þjóð sem telur það að vísindahyggja háskólamenntaðra manna að hún skuli vera okkar bjargvættur og menn að halda því fram. Allir sem háskólagengnir þeir vita þetta svo vel, en það bara vantrú sem fylgir því að hafa farið í háskóla og hafna Guðs orði. Það bara vantrú og vantraust á Guði almáttugum og krossi Jesú Krist sem fylgir því að menn ætla að rökræða sér við Guð og halda þeir finni lausnina sjálfir. En Biblían segir, og af Guði komið þetta orð, Drottinn talaði við Móse á Sínaí fjalli og sagði: Tala þú til Ísraels manna og seg við þá: Þegar þið komið í land það sem ég mun gefa yður, þá skal landið halda Drottni hvíld. 6 ár skalt þú sá akur þinn í 6 ár og skalt þú sniðla vingað þinn og safna gróðrunum, en 7. árið skal vera helgi hvíld fyrir landið, hvíldartími Drottni til handa. Og þetta það sem að nákvæmlega þeir í Þykkvabæ, kartöflubændur, þurfa að taka tillit til. Guð var búinn að gefa þeir lausnina löngu áður en þeir tóku trú. Löngu áður en þeir fæddust jafnvel. Löngu áður en vandinn kom upp í Þykkvabænum. Þá var lausnin komin. Hvað erum við með í höndunum þegar við tölum orð krossins? Hvað erum við að tala fagnar erindið okkar á meðal? Hvaða orð það sem að nær tökum á þínum huga? Hvaða orð það sem að nær græðslu inn í þinn huga, annað en Guðs orð? Og sjáðu, við skulum fara núna í lok Gamla testamentisins, síðustu bók Gamla testamentisins, Malaki. Og þegar Malaki, hann bara rétt á undan Mattheusi, að tala til okkar, þetta síðasti kaplinn, litli kaplinn, 4. kapitulinn hjá Malaki. Og takið eftir hvernig Malaki setur þetta fram. Hver höfundur að þessu öllu? Hvernig stendur á því að við megum tengja þetta svona saman? Og þá segir hann í öðru versinu, en yfir yður, sem óttist nafn mitt, mun réttlæti sólin upprenna með græðslu undir vængjum sínum. Með græðslu undir vængjum sínum. Hvað lagar sjúkt hugafar? Hvað lagar sjúka mannesku? Hvað lagar fólk sem búið að láta syndina stýra sér og stjórna og rústa lífi sínu? Hvað lagar annað en orð Guðs? Hvað lagar meinin okkar? Var ekki það sem gyðingarnir voru að gera þegar við komum til Jesú Krist? Og konan, hún greip í klæðafaldinn og Jesús fann að það gekk kraftur út af hann. Og hann spurði: hver snart mig? Hvað lagaði? Og þá sagði Jesús yfirleitt: trú þín hefur læknað þig. Trú þín hefur læknað þig. Þegar menn framkvæmdu eftir voninni, eftir bæninni, þegar trúin greip í krossin, þegar trúin greip í orði, þegar trúin greip í Krist, þá kom lækning fram. Erum við að tala ykkur í Hekilju? Þetta sem Páll postuli að tala við okkur í 1. Korinthubréfi, og hann að kenna þessum heiðnu mönnum, með mönnum af heiðnu bergi brotnir, og hann segir alveg hiklust við þá að til þess að kross Krists missi ekki gildi sitt. Við erum alltaf á þessu sama stað. Við verðum átt okkur á hvað mikilvægt það
að kross Jesú Krist og fagnaðar erindi hans, það nái tökum á hugafari okkar. Ef við skoða fleiri dæmi, komið með mér í 10. kapitula seinna Kórinthubréfs. Við gætum farið í fleiri staði. Það eru afskaplega merkilegir kaflar hjá okkur. Við getum eiginlega raða þessum málum svona upp. Við skulum segja bara, áður við förum í 10. kaplan, komum í 5. og 7. kapitula annars Kórinthubréfs. Sjáum hvernig hann leggur málið fram. Þetta eru mjög athyglisverðir þættir og ég nefni þetta svona við ykkur bara til þess að sjáu að það er fagnaðarerindið, orðið sem mun hafa þessi skapandi áhrif. Þegar fagnaðarerindið nær huga þínum á hjarta, þá hefur það skapandi áhrif. Það kemur græðslu undir vængi sér til þín. Og ef þið eru að glíma við sjúkdóma, við erum að biðja gegn þeim, við erum að biðja Guð um að gefa náð og miskunn og lækningu. Hefur það áhrif? Hefur það áhrif? Eða erum við bara búin að segja, já, hann er bara komin krabbamein, hún er bara búin, að þetta er bara að klárast. Ja, það er ekki mikið eftir. Erum við bara fljóta að gefast upp, eða erum við að segja, Drottinn, samkvæmt orðið þínu, þá kemur græðsla yfir heimili mitt og mig sjálfan vegna þess að orð þitt segir. Og ef að jörðin og bændurnir í Þykkvabænum og fleiri sem eru að rækta kartöflur, ef að þeim er gefið þetta ráð, hvílið í jörðina. Hvað haldið að gerist þá hjá okkur ef að hugafar okkar fær að ræktast upp og við fáum að alast upp með orði Guðs og krafti Guðs? Sjáu hvað Páll segir. 5. kapituli, annars Kórinthubréfs, 20. vers. Við erum því erindrekar Krist. Það er góð staða. Við erum því erindrekar Krist. Það er ekki ónýt staða að koma í hús og heimili manna og vera þar í nafni Drottins eins og Guð. Þú ert með orð Guðs á vörum. Þú ert með orð Guðs í hugaðinum og hjarta og þú talar orð Guðs inn í heimilis kringumstæður og það verður lækning þar inni. Og svo heldur hann áfram og segir, við biðjum í Krist að, láti sættast í Guð. Þann sem ekki þekkti synd, gjörði hann að synd vor vegna. Til þess að við skildu verða réttlæti Guðs í honum. Við áttum að breytast úr syndugum mönnum í réttláta menn. Hvorum megin ert þú ennþá? Er ekki allir að segja að ég er nú syndugum maður? Já, ég synga nú á hverjum degi. Gerurðu það? Þá þetta frelsast. Ef þú syngar á hverjum degi, þá er þetta ekki laus við synd. En Kristur, hann hefur dáið til þess að leysa okkur frá synd. Við þurfum átt okkur á þessari stöðu og Páll er hyggilegt að segja við Kórinthumennina, við erum því erindrekar Krist, eins og það væri Guð sem ámyndi. Og Kristur, hann var ekki að áminna mennina, já, þú ert nú líki syndaumingiðinn. Hann talaði aldrei svona, hann leysti menn frá syndinni. Hann fór á krossin til þess að leysa menn. Og sjáu hvernig byrjunin á 7. kapitúlanum er. Sem samverkamenn hans, ámunnu er yður einnig, að þið látið ekki náð Guð sem þið hafið þegið verða til einskis. Samverkamenn. Þetta er ekki ónýtt orð. Við gleymum ekki krossinum. Við gleymum ekki fagnaðarerindinu. Og við erum frelsingar Jesú Krist og við erum samverkamenn hans. Getum við sagt amen við þessu? Getum við tekið við þessu? Getum við séð að staða okkar, hún er allt öðru vísi heldur en við heldum. Þess vegna get ég sagt við ykkur, bara í einlægni og í auðmýkt, ég tala til ykkur Guðs orð. Ég er að flytja ykkur Guðs orð. Ég er að tala við ykkur þetta orð sem að hefur bæði lífgefandi áhrif, græðandi áhrif, læknandi áhrif og styrkir okkur í trú. Ef við taka fleira fyrir, komið með mér í 10. kapitúla Kórinthubréfsins, seinna Kórinthubréfs, vörn Páls postula. Það er ágætt fyrir okkur að rifja þetta aðeins upp. Hvað er hann að segja? Maðurinn sem er að flytja fagnaðarerindið. Einu sinni þá talaði hann til þessara Kórinthumanna og hann kvartaði við á vegna þess að það var þröngt hann hjá þeim. Það var þröngt hann. Og hvað gerist ekki þegar menn predika Guðs orð og tala hreint og klárt Guðs orð? Vitið þið, þá er yfirleitt lokað á þá.
við í Hvítasunnu hreyfingunni þekkjum það bara ágætlega. Ef að þú talar ekki samkvæmt því sem að einhverjir aðrir vilja, einhverjir stjórn vill, þá er bara lokað á. Er það okkar háttur? Er það sem að andi Guðs er að leiða fram? Að við lokum á þá sem er að predika Guðs orð? Nei, alls ekki. Og sjáu hvað er merkilegt í tæminu vörð Páls postula. Nú áminni ég sjálfur Páll yður með hógværð og mildi Krists. Ég sem í návist yðar á að vera auðmjúkur ef fjarverandi djarmáll við yður. Ég býð yður þess að láta mig ekki þurfa að vera djarmálan þegar ég kem og beiti þeim mynduleika sem ég ætla mér að beita, gagnvart nokkurum en álíta að við látum stjórnast af mannlegum hvötum, þótt við lifum jarnesku lífi, þá berjust við ekki á jarneskan hátt. Því að vopnin sem við berjust með eru ekki jarnesk, heldur máttug vopn Guðs til að brjóta niður vígi. Við brjótum niður hugsmíðar, allt sem hreykir sér gegn þekkingunni á Guði og hertökum hverja hugsun til hlýðni við Krist. Erum við að því? Þess vegna er ég að tala þetta til ykkar núna, svo ég megi við leggja gjörfa hönd á plóginn að við tökum hugsun okkar allra og við sveigjum hana niður að Jesú Kristi, til hlýðni við Krist. Og Páll er svo djarmáll við Kóruntumenn þegar hann talar þetta, að hann brýtur niður hugsmíðar. Allt sem hreykir sér gegn þekkingun á Guði og hertökum hverja hugsun til hlýðni við Krist, og við erum þess albúnir að refsa sérhverju óhlýðni þegar hlýðni yðar er fullkomin orðin. Og sjáu þið, bændur, þið sem er að glíma við hnúð orma, látið þið orð Guðs leið ykkur. Gefið þið jörðinni hvíld og syndarar, þið sem eru orðnir sjúkir af synd og sukki. Gefið þið Guði dýrð, látið þið Guðs orð leið ykkur. Farið þið úr þessum lifnaði, látið þið frelsast, gangið þið inn undir fagnaðar erindið og leyfið þið krossinum ríkja í ykkar lífi. Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur Kristur í mér, segir Páll postuli. Við erum að tala nákvæmlega sama eðli orðsins, nákvæmlega sama kraft Guðs. Við erum að tala nákvæmlega þetta sem skiptir svo miklu máli að við látum ekki kross Krists missa birtu sína eða þekkingu. Ég er komin að endi þessara stunda núna og ætla að fara bara að segja amen svona við ykkur. Ég ætla að ljúka orðum mínum á einföldum atriðum úr seinna Kórintubréfinu af því við erum þjóna nýs sáttmála. Við förum í 3. kapítulan aftur og það er neðsti hlutinn og byrjun á 4. kapítulanum og þetta eru svona Guðsmaðurinn að tala til okkar, kenna okkur hver staðan okkar er. Og þá segir hann í 4. versinu í 3. kapítulanum: en þetta traust höfum við til Guðs fyrir Krist, ekki svo vér sem sjálfur hæfir og eitthvað komið frá oss sjálfum, heldur er hæfileiki vor frá Guði. Við gleymum því ekki. Við erum ekki hér í okkar eigin nafni. Ég er ekki að tala hér sem Snorri, ég er að tala hér sem þjónn Drottins. Og það er kraftur Guðs sem að kemur mér til hjálpar. Það sem ég ekki get, það getur Drottin bætt upp. Og hann getur hjálpað mér hvað það varðar að ég prediki orð Guðs, fagnaðarerindið til þess að við styrkjumst öll saman. Svo förum við 4. kapítulanum. Með því að við höfum þessa þjónustu á hendi fyrir miskunn Guðs, það látum við ekki hugfallast. Við höfnum allir í skammalegri launung, við framgöngum ekki með fláttskap, né fölsum Guðs orð, heldur birtum við sannleikann og fyrir augliti Guðs skírskotum við til samvisku hvers manns sjálfa oss. Eigum við skírskota til sannleikans núna? Til að ljúka ræðu minni, með því að taka eina grein sem hefur verið opinberlega viðurkennd. Ég fekk þessa grein í fyrra og þetta grein eftir prest er samkynhneigð synd og það virðist verið í dag. Ég fer ekki landið öðruvísi heldur en einhver staðar á leiðinni þá er fáni samkynhneigðra eða transfólks
Það búið að mála veggi og gangstéttar og götur. Við fórum 2200 kilometra á landinu. Við fórum vestur til Ísafjarðar. Við fórum til Akureyrar. Allstaðar var þetta að sjá. Við fórum á Bíldudals grænar baunir á litlu svæði eins og Bíldudal. Þá var þessi fáni. Það allstaðar á Íslandi verið að flagga þessu. Hvað segir Biblían um þetta? Hvað segir Jesús Kristur? Og svo byrja greinin svona, að því sér að Þórhallur Heimisson skrifaði bók til þess að útskýra. Og það er sagt, víða í Biblíunni er talað um samkynhneigð sem synd. Sérstaklega í Gamla testamentinu. Er hún synd? Og þá verðum við að spyrja, hvað segir Guðs orð um þetta? Á ég að flagga eða á ég að segja, nei, ég tek ekki þátt í þessu. Þetta er ekki kristið. Vegna þess að samkynhneigð, ef hún er synd, þá leiðir hún menn hvert? Í glötun. Hún leiðir menn í glötun. Og á ég bara að flagga fyrir því, já, þið þarna sem eru homan og trans og allt þetta, já, þið eru leið til helvitis, góða ferð, gangi ykkur vel. Nei, ég á að segja, snúið þið við. Gjörið þið iðrun. Förum út úr þessum lífsmáta. Og Íslendingar, látið ekki ljúga svona að ykkur. Það sem að ritningarnar hafa sagt við okkur fyrir á tíðum. Það sem orð krossins og fagnaðarerindið er að segja við okkur. Það er að bjóða þig Jesúm Krist og frelsaran. Til þess að hann megi leysa þig frá synd. Til þess að þú megi verða ný sköpun í Kristi. Til þess að dýr drottins megi koma yfir þér. Við þurfum á svona fólki að halda sem gengur Kristi á hönd. Amen. Og eftir það, þegar við búið að ganga Kristi á hönd, þá látið þið niðurdýfast, ekki barnaskýrast. Við erum með niðurdýfingu af því það var Guð sem hugsaði hana. Og það er Guð sem er að tala til þjóðarinnar og það er Guð sem verður að fá að tala svona til þjóðarinnar en það var það upphafs orð Jesú Krist þegar hann byrjaði að predika. Hvað sagði hann? Hver var fyrsta predikun Jesú? Munið það? Gjörið iðrun. Gjörið iðrun. Því að Guðs ríki er nálægt. Að gjöra iðrun er nauðsynlegt fyrir Ísland. Við erum komin að síðasta tíma þessara þjóðfélags. Við glímum við alls konar vanda og vandinn í íslensku samfélagi, það er alveg sama hvort þú nefnir sjávarútvegi með loðnuvertíðir, eða þú nefnir Landspítalann, eða þú nefnir skólakerfið, eða vegakerfið, það er allt að hruni komið. Er þetta tilviljun? Að í landinu þar sem að flaggað er fána sem dyrka synd, að þá skulle vera hrun víða? Nei, Guð hjálp okkur. Það er aðeins ein leið til. Leiðin er Jesús Kristur með græðslu undir vængjum sér. Má ég bjóða ykkur eitthvað annað betra? Það er ekki hægt. Það er ekki hægt. Við skulum standa upp og biðja. Jesús minn, þakka þér fyrir að við munum biðja til þín og leggja málin fram fyrir þín og biðja fyrir áheyrendum okkar að þeir megi bæði stingast í hjörtun og þeir megi segja, þetta er satt sem fagnaðarerindið segir, við réttlætum þig, Drottinn minn, og við viðurkennum og segjum þessuna öll saman. Jesús, frelsaðu mig. Gerðu mig að manni eftir þínu vilja. Að ég beri þinn ávöxt í mér. Í Jesú nafni. Amen. Og náð Drottins oss Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með ykkur öllum. Öllum í Jesú nafni. Amen. Gleymið því ekki að orð krossins, það er hjálpræðis orð. Amen. Gjörðu svo vel, Kitti minn.